hefði aldrei grunað hversu stórt þetta mál yrði þegar ég byrjaði að rannsaka þetta. Þetta byrjaði þannig að Katrín og Bjarni voru að hreinsa til í ríkisstjórninni. Mummi, það er þér með þáttur í dag, þú ert bara páskafrí. Bless! Mummi, við erum að taka upp í grínskurðinni. Jæja, Katrín mín, það er orðið svo mikið af gömlu fólki í ríkisstjórninni. Það er ekki að skipta á þessu liði og fá okkar aðeins yngra fólk. Já. Hvað með við tökum einn gömlur úr mínum flokki og einn úr þínum flokki? Já. Ok. Hérna eru þeir allir. Hvort vil taka Guðmund, Svandísi, þig eða Steingrímur? Já, Steingrímur er orðið dálítið gamall. Já, gamall og ruglaður. Já. Hjá mér, ég held ég taki Kristján Þór, hann er svo gamall að þú veist, í síðustu stjórn þá var hann menntamálaráðherra, nú sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og daginn þá ætlaði hann að fara upp í ráðuneyti og hann er svo gamall og kalkaður. Hann fór bara óvart upp í menntamálaráðuneyti vegna þess að hann hélt að hann var ennþá menntamálaráðherra. Algjör vitleysingur. Algjör vitleysingur. Hvað eigum við samt að gera við þau tvö? Láta þið byrja saman. Nei, hvað með við drepum? Já. Það er $1.000.000 idea. Drepa. Já. Drepa, smepa. Já. Ríma við repa. Ríma við ræpa. Púpí! Já, drepa Steingrím og Kristján Þór. Já. Svo erfitt að hafa áhrif á pólitík hér á Íslandi. Sjálfstæðisækjendur söldu ekki eitt einasta. Og svo er ég með hugmynd hvernig getur maður rík. Ég legg allt Ísland í þrældóm og læti framleiða páskaegg og geri það að alþjóðlegri vöru. Það mun sko seljast. Já. Ég komst nú ekki hjá mér að heyra hvað þetta að segja. Er þetta ekki Helgi gói? Þetta er Helgi gói. Helgi. Karlinn fyrir alla. Hvað getum við gert fyrir þig, Helgi? Við erum með alla virðingu í heimi fyrir þig. Ég vil vera ráðherra. Já. Kannski helstaki Kristján Þórs. Ef ég fæ meira vald. Já. Og sko, mér langar að gera alla Íslendinga að þrælum fyrir verksmiðjuna mína. Ef við drepum... Hvað ertu með smaka á Ísland, Bjarni? Hvað með ef við drepum Kristján Þór saman? Ég er með ykkur. Ég er með karamellur fyrir ykkur öllum. Nammi gúís! Helgi í góu. Mig grunaði aldrei að þessi maður myndi hafa svona gríðarleg áhrif á stjórnmál. Hann bara getur ekki gert neitt. Hann er bara ótrúlegt hvernig hann fekk þetta. Ég vissi ekki einu svona að vera í Sjálfstæðisflokknum. Bjarni, já, hvað gerum við sjálfna? Þetta bara að gera svona það í bíómyndunum. Já, þú gerir nákvæmlega ekki. Nei, ég þetta gerir það. Já, líka vantar eitthvað hans betra. Ég skal bara byrja. Þú neitaðir að opna KFC á Akureyri. Hvað er í gangi? Ég á KFC. Þetta binda sig á mig! Þú neitaðir að selja góðsælgæti í Nettó á Akureyri. Hvað er þetta, maður? Ég er ekki svo bundin! Við elsta ykkurinn og þú ert að fara til helvítis. Hvað ertu að gera með reglíf, maður? Þetta er ekki einu sinni vopn. Þetta mun vera vond. Hann er dáinn! Hann er látinn.
súrefni. Ok, hvað segjum við fjölskyldunar? Segjum bara hann Sjáum tala. Já, hann trúpar úr elli. Silli Netto, áhrifavaldur á Twitter. Já. Ég sá þetta bara á Tumblr síðunni hans Bjarnar Ben. Allt og stór áhætta að setja þetta þar. Hvað sástu? Ég sá Kristján Þór vera drepinn. Já. Í síðasta skjáþætti þá saknaði ég þín. En nei, núna hata ég þig. Það var bara sviðsbúningur. Ef að pynta líkið? Nei, þurfum við að gera það. Jú. Bónus besta klón. Jæja, Steingrímur minn. Já. Þú ert að fara að vera krossfestur, ha? Af hverju? Út af því að þú ert guðinn okkar. Ég held nú ekki. Þú ert Steingrímur Jóðinn okkar. Þú ert guðinn Stigræna. Ég held nú samt ekki. Farðu úr fötunum. Djöfull ertu góður að lesa greint. Jæja. Nú ætlum ég að hamra þig. Svona. Og svona. Ha. Ég fann veikleika þinn, Steingrímur. Ha. Steingrímur. Af hverju krossfestuð þér hann? Það spurning sem ég mun ekki komast að fyrr en síðar í þessum þætti. Hvar er líkið hans Kristjáns? Hvað er rugglega í gangi? Hvað gerður við líkið? Dreiftur við í kjúklingin á KFC? Það bara kjötið öðaðið sem svona var vopni út af því að klóruð. Það hefur áhrif. Ég ætla ekki núna að drepa Helga í ból. Nei. En þú er fritt súkur. Ok, við skulum halda áfram. Já. Tänk om du måste se sitt program. Það er verið að múta lögreglunni. Þau er ekki að rannsaka málið. Já, og Steingrímur J var krossfestur í beinni útsendingu. Jæja, Katrín, loksins gekk planið okkar upp. Já. Núna er loksins Steingrímur J dauð. Já. Freyr Baldursson frá skjánum. Hvað í veröldinni er að gera hérna? Við erum að krossfesta Steingrím J. Getið þið sagt okkur eitthvað myndskeið þetta af morði á Kristjáni Þóri Júlíusinni, núverandi landbúnaðarráðherra? Ég ætla ekki að tjá mig þetta mál á þessum tíma. Já. Hefur þú eitthvað að segja það? Við erum að krossfesta Steingrím J. Já, takk fyrir þetta. Við setjum þetta aftur Slökkvið á þessu. Steingrímur J var krossfestur í beinni útsendingu hjá RÚV. Er hægt að afsaka það? Ég held ekki. Einmitt. Hvernig getur RÚV bara sagt já við svona mútun? Ég myndi að vera að TVF myndi ekki gera það. Gottvöld, skjárinn skjóta Gottvöld. Fréttastofa hefur upp á höndum myndskeið þar sem við sjáum á Bjarna Benediktsson, fjármálaráðherra og Helga Vilmundsson, kaupfélagsmann í Góu og eigandi KFC vera að myrða Kristján Þór Júlíusson. Við ætlum að sýna myndskeið. Enginn elskar þig! Er það mútum frá líka? Ok, hættum þessu. Við erum bara mútum. Ha?
Já. Ertu að segja mér að þetta ekki alveg? Já, svo skulum við líta á myndskeiðið. Ætla ekki að gera við því? Nei. Bara mútur. Og lítum fyrst á þetta. Squishy. Gott kvöld, velkomin í Silfrið. Hér erum við með Sigríði Á. Andersen. Fyrir dómsmálaráðherra. Hvað vildirðu tala í dag? Já, með Bjarna Ben Benediktsson. Já, ég held að þetta sé nú bara eitthvað tilbúningur, sko, Síðan erum við Sif Jónsdóttir hérna, en hvað þú ert lögfræðingur, hver skoðun þín á málinu? Þetta er bull og ég hef ekki skoðun á þessu máli. Já. Já, Bjarni mútaði náttúrulega mér til að vera svona jákvæður og tala ekkert illa hann og ég held að hann ætti nú bara að hafa það kús í mannsjóninu sína á Arnarnesinu, Já, bara sleppa af. Ég held að Kristján og Steingrímur eru bara eitthvað að lúlla, er það ekki? Já, einmitt. En aftur, takk fyrir þetta. Ertu búinn að heyra málum með Bjarna Ben? Já, það með Steingrími Jóað og það. Já. Morðingi. Ég veit ekki hvort maður eigi að trúa þessu. Já. Samt voru upptökur af þessu. Já. Hvað varstu að segja? Erum við heyra málinu með Bjarni Ben Kunjak? Já. Fyrir málingjar. Já, ég er bara hræddur. Ég get ekki sofað. Já. Þetta er nefnilega bara hörmulegt, Hvað segja lögfræðingarnir nefnir sín, Ég veit Ekki svo svona. Við erum bara í bang. Já, verið velkomin hérna í dag til að svara spurningum fjölmiðla hvað gerðist. Hvað gerðist? Ekki neitt, við vitum ekki hvað þetta tala Hverjir gerði þetta? Við vitum ekki hvað þetta tala Ég heyrði ykkur að sagði netinu að þetta væri Disney CGI. Nei. Næsta. Ríkjandi Blöndal frá Fréttablaðinu. Hvað viljið þið segja um málið? Ekki neitt. Þormóður Freyr Baldursson. Komið hérna. Þormóður Freyr Baldursson. Nei, ég þarf að segja ykkur. Hvað með við nót ykkur 8 milljónum og þið segið málið. Samþykkt. Það sem gerðist í alvörunni er að ég og Kata drepum Ásund Helga í Góu, Steingrím Jóð, Sigfús og Kristján Þór. Ok, gott, já. En við gefum ykkur penning, mútum ykkur og þeir fjallum ekkert þetta. Látum þetta gerast. Ég samþykki þetta, bara lillóló. Lillóló svona algjörlega glögg. Við gerum ekki fucking Lilla Loforð. Lilla Loforð. Fokkaði, drugglaðir. Helviti Sommi. Kristján Þór og Steingrímur Jörð eru látnir og Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson drápu þá. Ég er með sönnun. Og Helgi í Góu, hann var bara partur og hann er að reyna að setja allt Ísland í þrældóm til að framleiða páskaegg. Trúið mér, ég lofa, ég er ekki eitthvað Disney CGI-gaur frá Hollywood. Ég lofa. Katrín, það er bara mótmælið í gangi. Við þurfum að gera eitthvað í þessu, Katrín. Katrín, kom með hugmyndir. Ert þú með hugmynd? Katrín, segðu mér hugmyndina þína. Katrín, bara eitthvað lag, bara eitthvað hugmynd. Eitthvað lag? Já. Ég kann lag. Ég þekki kátan krókódíl sem keyrir stóran rútubíl. Hann ekur út bæinn, hann nú meiri gæinn. Að fara inn að drepa okkur. Þú getur ekki verið að syngja eitthvað. Stoppar og skransar, eins góðin sem hann dansar, svo gengur hann í jakkafötum, skó og Við þurfum bara að fara inn og drepa Bjarna Ben Við erum með ríkisstjórn. Með skærum. Ríkisstjórn. Við verðum bara að drepa Bjarna Ben. Ég er sætur. Þið eru hérna inn í stjórnarráðinu. Við ætlum að ráða þeim. Með skærum.
Jæja, Kata mín, er þetta ekki bara game over núna? Já, þetta er bara game over. Já. Þið erum bara að bíða eftir að lögum. What the fuck, maður? Jæja, Kata, vitum allar hver á sökinu núna og það eru við. Núna erum við að bakvila það slá. Fangalíf! Þetta hörmulega fangalíf! Þetta hörmulega fangalíf! Þetta hörmulega Palestínu! Eftir þetta voru páskar tengdir við ofbeldi og misrétti. Og páskar voru ekki haldnir eftir þetta. En hvað fleira gerist í þessari viku? Þetta er nú skjáþáttur. Þetta 1. apríl, þetta var allt aprílgap og ég er ekki einhver Margeir Sveinsson, nautj. Ég er Budda Silenski, húpa búpa. Skjárinn óskar landsmönnum gleðilega páska. Gleðilega páska! Vissi aldrei hversu stórt, ég vissi aldrei hversu stórt, getið ekki eftir. Þegar það byrja ekki í góu. Mér grunaði aldrei þetta. Jæja, hvað fleira gerist í vikuna? Eldgos og... hvað hana? Hvað er nú þýðar þín, Magnús? Ég veit ekki hvað hún er. Jæja, Katrín, það er alltaf verið að segja hvað vantar svo mikið að... Já. Ok, eftir... Guðmund, Svandísi, þig eða Steingrín? Mig. Þig? Mig. Já, vill ekki, takk. Mig. Og nú er þetta færð. Og ég verið arftækja Kristjáns Þórs. Já, við skulum brinda Kristján saman. Já. Og já. Og þið fóðið súkkulaði tilbaka. Já. Og Og það er líka að fá hérna. engin trúir á málsættina. Farðu úr fötunum! Djöður ertu að hóra með litla greið. Jæja. Já. Hvað heitir hann aftur? Steingrímur. Já, við gerum þetta aftur. Já, Steingrímur! Þau eru á mútum. Þau bara geta ekki gert Nei, Maggi, maður segir... Já, Katrín, Já. er þetta ekki bara game over? Já. Við erum bara að bíða eftir að... Hvað? Game over! Ó, það er svo típist spjall.